Hæ, ég heiti Elsa Ég heiti Jonni og við erum Sögukastið. Verið velkomin aftur heyrðu, og núna orðið spúkmanð Heldur betur. 1. október sem við tökum þetta upp í dag. Er það þess vegna sem þú vaktir mér svona snemma í morgun? Ásti mín, ég get svo svarið það. Já, fyrir ykkur sem veita ekki, örugglega flest ykkar, en snemmt í morgun var, ok, ég ætla að vera mjög nákvæmur út því að þú mynd taka mig upp fyrir að vera ónákvæmur, en þetta var 25 mínútur yfir 9. Sem hryllilega snemmt. Nei, það það bara ekki. Fyrir mig það. Já, ok. Það víst eitthvað nýjar svefnrannsóknir. Já. Og Jonni tók þær mjög to heart. Þannig að það var bara strax vakning í morgun. Ok, við ætlum bara gefa þetta kynna að við fórum að sofa cirka 11:30. Já. Og Elísa var að vakna rétt tæplega 9:30. Og henni finnst þetta vera brot á sínum réttindum sem manneskja. Og hér erum við klukkutíma seinna. Já. Og ég væri vanalega sofandi og ætti kannski svona 1-2 tíma eftir. Já. Þannig að þetta rosa snemmt fyrir mig. Ok. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að haga mér. Ok. Þetta allavega bara til að lýsa þessu aðeins betur, en þá að vera með Elísu pínu svona eins og að vera með Birni í dvala. Ég get bara alltaf sofið. Já. Það rosa gott að sofa. Já, ég veit. Það rosa gott. Ég veit, ég rosa sammálaður. En úr þessari nýjustu svefnrannsókn þá kom í ljós að fólk sem sefur svona lengi vanlega þreytt þegar vaknar út af því að það orðið aftur þreytt. Þetta samkvæmt nýjustu svefnrannsókn og já, þetta tónaði mjög vel við þig. Við fréttum þetta bæði við í gærkvöldi, þannig að ég var mjög glaður að taka við þessum upplýsingum, þannig að já. Allavega, þá þurfum við að pæla í hverju við ætlum að vera í Halloween. Já. Á Halloween. Það nefnilega máli. Við þurfum að finna einhvern annan búning. Við vorum Addams Family í fyrra. Já, vorum Morticia Gómez. Það var mjög gaman. Samt aldrei aftur, af því að þú rakar á þau skeggið og ég veit ekki hvaða maður þetta var sem bjó heima hjá mér í 2 vikur. Nei, þetta var hræðilegt. Þetta var ekki þú. Nei, en málið var líka því að ég var sem sagt með yfirvaraskegg. Sem við litum svart. Já, sem við litum svart. Og ég ekki með svart skegg. Með augabrúna lit. Já. Þannig að það festist alveg vel í. Já, þetta var alveg heldur lengi svart, sko. Það var komin með skeggið aftur en samt með svarta mátu. Þetta var hræðilegt, sko. Og málið bara, ég leit út eins og klámstjarna frá 1970, sko. Í svona 2 vikur. Það var hræðilegt. Þannig já, við erum að reyna að finna eitthvað Halloween búning sem sem sagt ekki eitthvað sem ég þarf að raka með skeggi fyrir. Þannig að, já. Já, það verður fárlega. Þannig að ef þeir eru með einhverjar hugmyndir, þá má ég endilega komið okkur. Throw them in. Já. En já, það við erum einhverja pælingar en við erum ekki alveg búin að ákveða. Það kemur bara í ljós. Það kemur allt í ljós. En ég var haldið áfram með Howl. Howl Davis, okkar besta. Já, ég sé bara vindum okkur strax í þetta. En eitt sem ég vil samt nefna að þegar ég var að búa til póstir fyrir þáttinn, að því ég leitaði að Howl Davis með 1 elli, að þá kom alltaf leiðrétting með 2 ellum. Já, hann skrifað, í dag þetta skrifað með 2 ellum. Já, ég veit það, en þú veist, þannig að hann þú veist, allar heimildin sem allt sem ég sá hann, þá það skrifað með 2 ellum. Já. Þetta bara eins og ég að taka eins og þetta skrifa í bókinni. Í bókinni, sko. Já, en kannski ef einhver allar að leita upplýsingu hann, þá vitið þið kannski á því. Já, síðan bara ekkert mikið að myndum af honum sem hann gerðar. Nei. Sem hann var lítið þekktur. En já. En höldum áfram. Bara alveg í blálókin seinast, þá, eins og kannski mannst, þá var
var mjög móðgaður yfir því að vera tekinn sem sjóræningi, hann Hall Davis. Já. Og var mjög perrar út í ríkisstjóran í Santiago fyrir að kalla hann sjóræningja. Passar. Og þar sem þeir tóku síðan yfir virkinu og þar sem þeir sprengdu upp ríkisstjórahúsið, þá þurftu þeir að flýja því að legin var að fara að koma á móti. Og þar í rauninni endu við seinstu þátt. Já, smá svona á cliffhanger. Já, en núna þetta bara rauninni bara strax í framhaldið sem ég að taka við. Ok? Já. Davis heldur til Gambíu á vesturströnd Afríku. Hann segir áöfni frá virkinu í Gambíu og að það sé vanalega nóga pening sem geymist þar. Hann nýtti sér reynslu úr fyrrastarfi þar sem hann hafði oft farið til Afríku og sérstaklega á þessu svæði. Og einmitt, til þess að minna fólk á að þá var hann bara svona venjulegur sjómaður áður en hann var sjóræningi og var þá á svona verslunarskipi sem first mate, fyrsti stýrimaður. Já. Og einmitt var mjög mikið á þessu svæði að það versla. Já, mjög mikið varningur hana. Hann leggur til að þeir reyna að taka virkið. Þeir eru vissulega á bremsunni og spurja hann hvernig hann ætlast að þeir taki það fyrst að það sé svo vel mannað. Hann segir þeim að leyfa honum að sjá hvernig þetta mun takast. Hann nefnilega með plan. Þar sem þeir voru nýbúin að taka eitt virki, þá trúðu þeir að hann gæti gert það ómögulega. Þannig að þeir samþykkja á haldi Gambíu. Gæti gert það ómögulega? Já, gæti gert það ómögulega. Já, ok. En hún gæti tekist hið ómögulega. Já. Þetta þannig meining. Já. Áður en þeir koma í auxin virkisins, þá sendir hann alla áöfnuna undir dekkið, nema þar sem þarf til þess að manna skipið. Þar sem að þeir voru svo fáir á dekkinu að þá myndi engan gruna að þeir væru eitthvað annað en kaupmenn. Hann siglir nálægt virkinu og setur niður akkerið. Hann segir öllum að fara í venjulega jakka og hann, birgðameistarinn og læknirinn færu í fínni föt. Hann að láta allt líta eins eðlilega út eins og hægt er. En hann að láta hlutina líta út fyrir að vera ofellilega? Nei, ekki miða við í rauninni. Nei, ég að meina þá að þeir væru óeðlilegir. Já, ég skil hvað þetta við, en nei, ok. Já, þeir eru bara venlun durbúningi. Þeir 3 og 6 aðrir fara á árabát yfir á landi og þar mætti þeim röð af skyttum sem leiddi þá til ríkisstjórnar. Og þetta bara svona venjulegar móttökur í rauninni. Það er ekkert skrítið við þetta í rauninni. Okay. Hann spurði Davis hvers vegna þeir væri hér og hann spinnur upp sögu að þeir hafi verið að flýja franskt skip og að þeir væri í kaupleiðangri upp Gambíána. Ríkisstjórinn spyr hann hvort hann væri með einhver evrópsk vín. Hann sagðist vera með og þeim búið í mat hjá ríkisstjórnum. Okay. Hann segist alltaf fara aftur borð og gefa nokkra skipanum til áöfnunar. Þegar hann kæmi aftur að þá kæmi hann með líkjurana. Svona butter him up. Já. Hann skilur eftir hina 2 í virkinu og fer aftur borð. Á meðan hann var þarna að fara í virkið og til ríkisstjórnar og svona, þá hafði hann verið að grandskoða allt í kringu sig. Og þegar hann fer aftur borð þá lýst hann því fyrir áöfni í miklum smáatriðum. Já, þannig að þeir gætu raunin bara ratað. Já. Hann var viss að þeir gætu enn tekið það og sagði þeim að horfa eftir því að hann myndi reisa fánan í virkinu. Það þýddi að þeir áttu að koma á eyjuna og taka yfir hana. Á meðan þeir biðu að þá þyrftu þeir að redda öðru vandamáli. Það var önnur slúpa sem lagði við portið. Slúpa er svona lítið 1-2 mastra skip. Já. Hann sagði þeim að taka yfir hana þannig að enginn slippi og þannig að enginn hætta væri á því að þeir myndu uppljóstra þá ef að það sæist til sjóræningja að gera sér til. Það voru 2 sem fóru með honum aftur í land og sagði hann þeim að fela 2 byssur undir fötunum sínum, eins og hann gerði líka sjálfur. Hann segir þeim síðan að tala við hermennina í varðherberginu. Já. Þess að bara það sem verðinir eru staðsettir. Þegar þeir
sæju byssukúlu fari gegnum glugga hjá ríkisstjórunum að þá ættu þeir að taka yfir varðherberginu og koma sér yfir vopnin þar inni. Hann fer síðan til ríkisstjórans, kvöldverðurinn ekki tilbúin og stingur ríkisstjórun upp á að þeir gera pöns þangað til. Restina af vopni sem fór með þeim í land eru að þjóna þeim og nýta sér það til að kanna restina af húsinu. Einn þeirra kemur að Davis og segir honum að restina af húsinu væri í rauninni bara tóm. Davis dregur þá út byssuna sínar og setur þær upp að brjósti ríkisstjórans. Báðar? Bara svona, hann bara sýna honum að þetta sjórán. Já. Í rauninni. Hann segir honum að gefa upp virkið og allt gullið sem þar væri. Ríkisstjórinn var svo óviðbúinn að hann lofaði að veita enga mótspyrnu. Davis þá skýtur út gluggann og þá fer restina planin í gang. Þeir sem voru í varðherberginu yfirbúa hermennina þar inni og byrja að ferja út vopnin. Síðan loka þeir hermennina inni og standa vörð. Í virkinu, eða í húsi ríkisstjórans, að þá hífa þeir upp breska fánan og restina af vopni fer þá í land. Þeir taka yfir virkið án þess að nokkur degi. Ok, það gott. Restina hermannum sem voru ekki í varðherberginu voru settir á hina slúppuna sem þeir hafði tekið yfir aðeins fyrir daginn. Já. Og til þess að þeir færi ekki neitt að það voru öll segl og reipi tekin af henni. Þannig að það var bara ekki mögulegt að færa sig. Nei. Þessa nótt eyddu þeir í að fagna og það var mikið fagnað. Hvað gerðu þeir við ríkisstjóran? Hann bara eitthvað starf fangi. Læst hann bara í ykkur herbyggi eða eitthvað. Okay. En daginn eftir fóru þeir í það að taka allan varningin sem var í virkinu. Það kom þeim á óvart að það var nefnilega frekar lítill peningur hann. Hann hafði nýlega verið sendur til Bretlands í bankan og þar af leiðandi var mjög lítið í virkinu. Það voru hins vegar gullstangir að verði 1000 pund sterling sem rétt rúmlega 19 milljónir íslenskar í dag eða jafnverði 240 kýr. Ég fann það bara á einhverju reiknivél, þá var þetta ég skal bara fyndi. Þeir taka allt sem þeir geta tekið úr virkinu en allt sem var eftir sem þeir tóku ekki þá gefa þeir það hinni slúpunni sem sagt þessari frönsku sem var hana í portinu sem þeir tóku yfir og þetta er í rauninni bara til að gera upp fyrir óþægindin sem að þeir höfðu valdið þeim. Vá, en hugulsamt. Já, og í rauninni bara svona til að þakka í þeim þannig að vonandi að þeir myndi ekki vera að klæða eitthvað. Þeir síðan taka í sundur alla fallbyssunar í virkinu og gera í rauninni virkið óstarfhæft allavega eins og þetta bara sama og gerði við hitt virkið sem að tók út pinna og bleblibli eitthvað svona. Á meðan það var verið að ganga frá varningnum þá sjá þeir skip sem sigldi beint af þeim á fullu mastri. Þeir hífðu upp akkeri á stundinni og búðu sig undir átök. Þegar skipi kom betri í augsinn þá sá Davis að þetta var franskt skip með 14 byssum. Allt í einu þá skaut franska skipið einni byssu og reisti svartan fána. Þeim til mikils léttis. Og í rauninni hann bara svona að þetta var ekki árás, þetta var bara svona segjum, hey, við erum sjóræningjar. Bara gerum við þær upplýsingar það sem við viljið. Já. Þannig að já, þetta var mjög venjulegt á þessum tíma. Ok, en þá samt þetta átt að segja á sér sjóræningjar þá örugt á sér að fara í battle ertu að fara í battle eða fara í átök við þá sama hvað? Eiginlega ekki sko. Nei. En þetta er svona í rauninni bara að því að sjóræningjar hafa ekkert alltaf verið bestu vinir annara sjóræningja. Það er rétt. En þetta er eins og kemur núna fram að þá var þetta svona þetta er meira bara svona að láta vita af sér. Já, ég veit það en ég hugsa hvernig þeir bregðast við. Ég mun segja eftir smást. Það er það sem ég er að segja. Ef að þeir segja líka, við erum líka sjóræningjar eru þá að fara að vera átök og það eru þeir á milli. Eða ef þeir gerir ekki neitt
eru þá líka að fara að vera átök þeirra á milli? Já, ég skil hvað áttu eru átök sama hvað? Já, ég skil, en ég skal segja þetta smá Þeir gerðu hið sama og var komið í veg fyrir átök Þannig ég hef ekki að leftir að segja 2 setningar En já, sem sagt undir venjulegum kringumstæðum að þá fóru sjóræningar aldrei gegn öðrum sjóræningum það var bara svona óskrifuð regla bara svona eins og partur af sjóræningareglunum The Pirates Code Þeir fóru á bát hvors annars og var vel tekið á móti gestunum Þetta var franski sjóræningin Olivier Levasseur kallaður La Buse eða Rækamurinn Hann var líka kallaður La Bouche munnurinn já, sem ég skildi ekki alveg kannski bara því að það var kjaftur á honum geti alveg verið sko en ég held að það hafi frekar verið miskilningur og fólk heyriði La Buse og heyriði La Bouche en allana þessi sjóræningi frekar merkilegur hann var eitt sá ríkasti sjóræningin allan á síns tíma og mögulega upprunnin á fjársjóðskortum í sjóræningasögu Já, ég ætla að fara bara stuttlega í af hverju hann en sem sagt hann víst gróf fjársjóðun sinn samkvæmt sögunni og skildi eftir svona hvað maður að segja svona vísbendingar já en í svona dulmáli þannig að hann var með eitthvað svona dulmálskrift sem búið að leysa og þetta í rauninni eins og ljóð sem á að gefa til kynna hvar fjársjóðurinn og hann ekki ennþá fundin þessi fjársjóður þannig að það mjög margir ennþá heldteknir á hann Ég skil sem sagt sögur eins og The Golden Bug eftir Edgar Allan Poe og Treasure Island eiga hafa heyrt af þessu og í rauninni nota það til þess að búa til sína sögur Já, og þar að leiðandi verður þetta svona mjög frægt í sjóræningasögum og einmitt það var líka svona frekar áhugavert að hálf áöfnin hans Levasseur var svört sem var frekar óalgengt en já, ég mun taka Levasseur sérstaklega fyrir ekkert tíma Levasseur leggur til að þeir sigli saman og stingur upp á að þeir finni betra skip fyrir Davis. Davis tekur vel í það og sigla þeir niður til Sierra Leone. Fyrsta skipi sem þeir sjá með 24 byssur. Þannig að þetta alveg vel búið skip. Já, það ekki svipað stór skipi sem hann tók? Jú, í fyrir þættinum. Já. Franska skipið stóra. Já. En hann leta frá sér. Já. En já, allan að það virkar frekar búið undir mikil átök en já, þeir sjá þetta akkeri niðri og Davis verandi betri sjómaðurinn var fyrstur upp að og sem sagt í rauninni svona leggur við hliðina á henni þessu nýja skipi skipið sem hann kemur upp að skýtur heilli breiðhlið á Davis og hífur upp svarta fánan Hann Davis skýtur einni byssu frá þeim og hífur upp svarta fánan líka. Hún nefnilega hélt að Davis og Co. væru góður fengur og lagði ekki á flótta til að hræða það í burtu. Já. Þannig að já, þetta væri svona ákveðin taktik til þess að reyna að taka yfir þessi skip. En þetta var skip undir honum Jeremiah Coughlin, betur þekktur sem Thomas Coughlin. Af einhverjum ástæðum. Eins og Nicola Coughlin. Að það Coughlin, þetta Coughlin. Já, ok. Já, en já, því miður, ekki alveg flott. Nei. En já, þetta var annar hamingjufundur milli sjóræningjana og þeir ákvaða að vinna allir 3 saman. Þeir eru í 2 daga að styrkja vinaböndin og á 3. degi að þá fara Davis og Coughlin báður borð brigantínuna hjá Levasseur til að ráðast á virki í grindinni. Eins og heyri þá Davis mjög svona mikið fyrir virkis árásir. Já. Virki sér þá og fattar leið hver tilgangur þeirra sé. Þeir skjóta á þá strax og færi gefst. Þeir svara á sama máta og byrjar mikil orusta. En þegar hin 2 skipin koma að virkinu þá leist þeim ekki á blikuna
og allir sem í virkinu flýja. Já, ok. Og bara í rauninni skilja það eftir fyrir sjóræningina. Þeir 3 vinnir voru þar í 7 vikur, þar sem þeir voru að fagna, gera upp skipin og að deila fengnum. En það var miklu meira í þessu virki heldur en hinnu. Já, virðist vera. Já. Það enda kom aldrei fram, en það virðist vera allan meira til þarna. Þeir ákveða að velja sjóforningja og varð Davis fyrir valinu. Þeir voru bestu kumpanar, en áður en leið á löngu þá fór drykkjan að verða verri og út frá því að þá varð sambandi þeirra frekar styrt. Það urðu minniháttar átök, en Davis stoppaði það af með þessum orðum: Hark ye, ég hef sett stöng í ykkar hendur til að hýða sjálfa mig, en ég enn fær að takast á við ykkur báða. Þar sem við hittumst í ást, skiljum stað í ást, því ég sé að 3 í samstarfi geta aldrei komið saman. Og þar með skildust þeir að og fóru hvor í sitt skip. Svolítið dramátist. Þeir eru mjög mikið fyrir dramaði, þessi sjórningar. Það bara, við þurfum eiginlega bara að taka því sem gefnir, sko. Já. Davis sigldi í átt að Ghana og tók þar nokkur skip, en skildi þau eftir. Það var ekki fyrir en hann kom að hollensku herskipi með 30 byssur og 90 menn, þar sem helmingurum var enskur. Þeir komið að henni og hollendingurinn skaut heilli breiðhlið á þá, sem að Davis svaraði. Heit átök byrjuði milli þeirra 1 eftir hádegi og bardaginn kláraðist 9 morgunin eftir. Nei. Þegar að hollenska skipi gafst upp. Pældi því. Þetta sko, hvað, þetta svona 18 tímar eða eitthvað. Það bara sólarhringur. Hann tekur það yfir og notar það sem sitt eigið skip og kallar það The Rover. Það var með 30 fallbyssur og 27 snúningsbyssum eða swivel gun. Ok. Og þar sem við hefum bæði verið að fljúga Airbus. Ég hugsa alltaf bara swivel seat. Akkurat, og þetta það sama í rauninni, þetta svona snúnings. Það það sem swivel þýðir í rauninni, það snýst svona öxul. Já, ég veit ekki af hverju, þú veist, ég sá fyrir mér bara svona eins og, þú veist, að þetta væri svona snúningur og svo. Já. Ég veit ekki af hverju. Ég held að sé að því ég valla með meðvitund. Já, nei, þetta sem sagt snúningsbyssa í rauninni, það þú getur snúið fallbyssinu sjálf. Já, þú snýrð henni, þú veist, hún ekki föst eins og hinar, sko. Þannig að þetta svona frekar minni byssur. En einmitt geta gert alveg ótrúlegan skaða ef það eru notaðar rétt. Já. Þeir halda síðan með bæði The Rover og The King James að Anamapo höfða, sem þekkist í dag sem Beyin á austurströnd Ghana. Þar kemur hann að 3 skipum sem voru í viðskiptum fyrir þræla, gull og tennur. Og þetta eru sem sagt fílatennur. Því meður. Ok. Það frekar mátt vera mennskar en allt í lagi. Það annar mál. Hann tekur þau öll á nokkur smólspilnu. Á einu skipinu var Bartholomew Roberts. Hann var sem sagt annar félagi eða second mate. Og ég mun taka hann fyrir í öðrum þætti þegar að hann verður sjóræningin Black Bart. Hann einn af þessum þekktustu sjóræningum. Já. Sem sagt, ef þú ert eitthvað inn í sjóræningaheiminum þá hann svona, myndi segja á eftir svart skegg og þá það Black Bart. Ok. Já. Svo David Jones þar á eftir. David Jones náttúrulega, hann annað fyrirbæri, sko. Ég veit. En já, David Jones náttúrulega mjög áhugavert að náttúrulega vera sendur í Davy Jones locker. Því rauninni bara að vera að drukkna. Já. Allan. Davis tekur öll skipin með sér, varning og áhöfn. Þeir sigla áfram meðfram ströndinni og taka annað skip sem var með mikinn pening borð, eða 15.000 pund, sem eru 287,5 milljón íslenskar í dag. Vá. Já.
Eftir það að þá skilar hann skipunum til sína skipstjóra og heldur áfram sína leið. En náttúrulega þar sem hann sjóræningja þá einmitt býður hann upp á að ef eitthvað fara með honum að þá mega það og hann Roberts fer með honum Davis. Það kemur síðan upp leki í King James og þurfa þeir að færa allt og alla yfir á The Rover. Þeir skilja The King James eftir í High Cameroon sem ég ekki alveg viss hvar staðsett, ég reynda að googla mig til en þetta örugglega bara svona frekar norðarlega á ströndum Kamerún sem svona svona fyrir miðju á Afríku. Þeir sigla yfir til São Tomé og Príncipe og lenda í portugalsku virki. Þeir hífu upp enskan fána áður en þeir koma í sjónlínu. Þegar þeir koma á land segjast þeir vera að veiða sjóræningja og þau heyrt að þeir kynnu að finnast á þessum slóðum. Talandi við sjóræningja. Aha. Portugalinir taka vel á móti þeim með sama máta og áður í hinu virkinu með röða skyttum. Ríkisstjórinn tekur vel á móti þeim og býður þeim upp á að fylla á byrðir þeirra. Davis þykkur það og segir að kóngurinn muni greiða honum tilbaka. Á meðan þeir eru þarna að þá kemur franskt skip að fylla á byrðir sínar. Endalaust á frönsku skipum? Mjög mikið frönsku skipum á þessum slóðum. Þetta er skip sem Davis og félagar höfðu rænt áður. Frakkarnir láta strax vita en Davis er með aðra sögu. Hann segir að þetta skip hafi verið að skipta við sjóræningja. Hann segir að þeir hafi farið borð, séð að þeir væri með ólöglegan varning og hafi tekið hann af þeim. Ríkisstjórinn trúir Davis og hrósar honum fyrir dygð sína. Oh my God. Nokkrum dögum seinna fer hann og 14 aðrir í land og svona gengu inn í eyjuna. Það er eitthvað sem á svona hæðana, þannig að þeir fara upp enn hól. Þeir fara að húsum þar sem konur mannanna sem vinna á eyjunni búa og með þeim tilgangi að koma í staðinn fyrir eiginmenn þeirra. Þannig er þetta lýst í bókinni og já, við veitum öll hvað þetta þýðir. Það kemst upp þá eiginlega bara leið og flýja konurnar inn í nærliggjandi skó. Þar sem enginn vissi hverjir þeir voru að þá komst ekki upp þá. Þannig að þeir náðu að flýja áður en eitthvað gerðist. Hann fór í það að taka til í og þrífa skipið sitt. Hann var nefnilega kominn með plan. Hann ætlaði að endurgreiða ríkisstjórnum gesturistuna með 12 þrælum. Og einmitt, manstu það sem þeir koma að þessum 3 skipum? Já, það var eitthvað þrælaskipti. Já, og þeir tóku fullt af þrælum sem sagt með sér. Hann ætlaði að bjóða ríkisstjórnum borð í kvöldverð. Þegar þar væri komið að þá myndu þeir setja þá í járn og krefjast 40.000 pund í lausnagjald. Sem er rúmlega milljarður í íslenskum í dag. Það er mjög mikið. Já. En það kom smá babb í bátinn. Portugalskur þræll sleppur úr skipinu og lætur ríkisstjóran vita planið og að þeir hafi farið og verið með vesen fyrir konunar sem sagt fyrir. Ríkisstjórin þakkar Davis boðið og þá er það. Davis fer í land til þess að sýna ríkisstjórunum svona meiri heiður. Hann fer með nokkrum sjóræningjum sem hafa dulbúið sér sem lágverði eða lords. Þeir fara upp til ríkisstjórans til þess að fá sér eitt drykk áður en að þeir myndi halda aftur borð í skipið fyrir kvöldverðin. En þar beið þeirra hermenn í felum. Það er síðan skoti á þá og allir falla nema einn sem kemst undan. Davis var skotin í magan, en stendur aftur upp og kemur sér út. Hann kemst ekki langt þar sem hann er mjög særður. Já, ég ætla að segja að hann kemst ekki langt. Nei. Bara innvortisblæðingar eru bara eitt og sér. Já, nefnilega. Hann tekur eftir því að það er einhver sem er að elta hann. Hann tekur byssuna sína og skýtur hann. Hann hittir en deyr síðan sjálfur í kjölfarið. Þannig að hann tók með sér eitt líf. Já. Þegar hann dó. Sjóræninginn sem lifði af kemst aftur í skipið og nær að láta hinn að vita hvað hafði í skorist. Það var ákveðið að hefna sín
en það saga fyrir annan dag þegar við tökum fyrir Bartholomew Black Barts Roberts þar byrjar sagan hans í rauninni. Ok. Þannig að já, en þetta var sagan hans Howell Davis. Ok. Það svona mjög spennandi saga nefnilega sko. Já. Það mikið sem gerist og svo óhefbundin. Mjög óhefbundin sko. Og einmitt, þetta einmitt finnst þið skrítið að þetta einn af mínum uppáhalds? Nei. Það svona, einmitt, það mikið svona ævintýri í þessu sko. Já. Það var ekkert frábær kall sko. Nei. Alls ekki og enginn af þeim voru ekki allir að mynda að segja að þeir voru það fæstir. Nefnilega. En já, þetta svona ein skemmtilegsta sagan í sjóræningaheiminum finnst mér. En já, þetta verður ekki lengi í dag. Nei, þá segir bara takk fyrir að hlusta. Já, takk aftur fyrir bara allt og ég vonaði að hafi notið þess að heyri þessa sögu. Já, og bara þangað til næst. Já. Bye. Bye.